Næsta mál á dagskrá Akureyrarflugvöllur. Þá byrjar varaforseta Ingibjörgu að taka við stjórn fundarins og gefa orðið. Já, bæjarfulltrúar Leifsdóttir tekur til máls við nýlandi Akureyrarflugvöllur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eina forsendur þess að byggja upp samfélag eru góðar samgöngur og þá á það sérstaklega við samfélag eins og okkar, við sem búum í miðju Atlantshafi og erum líka langt frá allri helstu þjónustu sem veitt innanlands. Við getum held ég öll verið sammála því að gott vegakerfi og góðar flugsamgöngur sé á meðal þess sem við í nútíma samfélagi teljum sjálfsagðan hlut. Síðustu ár hefur umræða innanlandsflug og staðsetningar á Reykjavíkurflugvelli tekið vil ég segja nánast allt sviðið þegar kemur að umræðu flug. En eins og hún nú ágæt og nauðsynleg ætla ég ekkert að gefa bara þeirri umræðu hvíld í bili og ræða frekar uppbyggingu á Akureyrarflugvelli og beina tengingu við útlönd í gegnum Keflavík og þá ekki síður beint flug héðan. Síðastliðin ár hefur verið viðvarandi aukning á ferðamannastraumi til landsins frá ári til árs. Svo mikill hefur straumurinn verið að tala að Ísland sé uppselt. Það svona svolítið eins og Ísland sé einungis suðvesturhornið. Við sem búum á Norðurlandi vitum að landið síður svo uppselt og eigum eiginlega bara svolítið langt frá því. Meðal annars þess vegna höfum við verið að kalla eftir því að opna aðra gátt inn í landið og erum þá að benda á Akureyrarflugvöll sem valkost. Augljósast í þessum efnum að auka beina tengingu við Keflavík. Iceland Connect hefur verið að bjóða upp á flug að vetri sem hefur verið mjög vel tekið og fólk almennt ánægt með þessa auknu þjónustu eins og framkemur í skýrslu sem rannsóknarsvið Miðstöð ferðamála vann 2018 viðhorf ferðamanna í flugi milli Keflavíkur og Akureyrar en þar segir með leyfi forseta: Svarendur létu í ljós ánægju með tengiflugi sem valkost við millilandaflug og vildu helst að ferðum yrði fjölgað. Svörin báru þess vitni að einhverjir hnökrar hefðu verið á fyrirkomulagi og aðstöðu fyrir innanlandsflug á Keflavíkurflugvelli sem svarendur upplifðu á neikvæðan hátt. Engu að síður voru svarendur afar ánægðir með flesta þjónustuþætti flugrekanda. Þetta gefur til kynna að þarna má gera enn betur. Að mínu mati þyrfti svona þjónusta verið í boði til lengri tíma og oftar. Það væri hægt að sjá fyrir sér 2 flug á dag, annað eldsnemma að morgni fyrir Evrópuflugið og hitt eftir hádegi sem næði þá Ameríkuflugi frá Keflavík og þjónustan þyrfti að vera stöðug. Það að bjóða allt árið kring og ákveða þyrfti að gefa slíkri tilraun að minnsta kosti 3 ára reynslutíma. Ég held nefnilega opnaði hér vitlaust skjal og já. Ég verður aðeins að hafa biðlund með mér svo ég sé nú ekki að vitna hérna í einhverjar tölur sem eru ekki alveg réttar. Þá hefur við fengið NASA-sjón af því hvaða áhrif reglulegt millilandaflug gæti haft á samfélagið með leiguflugi Superbreak síðastliðinn vetur. Allir sem vinna við ferðaþjónustu á svæðinu fóru ekki varhluta af því hvaða margfeldis áhrif verða að slíku ekki stærra samfélagi. Langtímamarkmið því að koma á beinu flugi til Akureyrar þar sem opnun annarra fluggáttar inn í landið myndi auka verðmætasköpun landsins. Með opnun annarra fluggáttar munu fleiri ferðamenn eiga þess kost að koma til landsvæða þar sem fjárfestingar svo sem hótel og aðrir innviðir eru vannýttir. En hótelnýting á höfuðborgarsvæðinu má ætla að sé í dag það bil helmingi meiri en hér á Norðurlandi. Opnun annarra gáttar þannig ekki líkleg til þess að hafa þau áhrif að færri ferðamenn kæmu Keflavík, heldur yrði hún til þess fallin að stækka kökuna. Enn fleiri ferðamenn kæmu til landsins en gera nú í dag og ferðamannastaðir yrðu betur nýttir. Við værum með öðrum orðum að dreifa ferðamönnunum eins og það stundum orðað.
Jón Þorvaldur, lektor í Háskólanum á Akureyri, greindi áhrif Superbriggsflugsins síðastliðin vetur og setti fram helstu áhrif þess leiguflugs í tölum og þar kom meðal annars fram með leyfi forseta að flug Superbrigg leiddi af sér 6.920 gistinætur á Akureyri í janúar og febrúar og ef að tekin meðalneysla ferðamannsins árið 2016 á nótt og hún margfeldum í fjölda gistinátta, má áætla að flugfélagsins hafi skilað 284 milljónum aukalega í tekjur í ferðaþjónustu. Árið 2016 var skerfur ferðaþjónustu til landframleiðslu 206 milljarðar króna. Það 30.000 krónur hverja gistinótt ferðamanns. Með aukningu ferðamanna vegna nýrra gáttar hins vegar líklegt að landsframleiðsla ykist meira en þessa 30.000 per ferðamann vegna núverandi vannýtingar sérstaklega að vetri. Langar að taka hér nokkur dæmi. Flug 2 í viku yfir hásumari með 80 sæta vél, 70% sætanýtingu, 70% hlutdeild erlendra ferðamanna, 941 ferðamaður, 4 gistinætur á mann, það þá 3.764 gistinætur. Þetta eykur árlega landsframleiðslu 110 milljónir króna. Annað dæmi flug 2 í viku yfir hásumari með 180 sæta vél, 70% sætanýtingu, 75% hlutdeild erlendra ferðamanna. Það þá 2.268 ferðamenn, 4 gistinætur á mann, 9.072 gistinætur og það myndi auka árlega landsframleiðslu 270 milljónir króna. Þriðja dæmið, flug 2 í viku allt árið með 80 sæta vél, 70% sætanýtingu, 70% hlutdeild erlendra ferðamanna, 477 ferðamenn, 4 gistinætur á mann, 16.308 gistinætur. Þetta myndi auka árlega landsframleiðslu 490 milljónir króna. Og síðasta dæmi flug 2 í viku allt árið þá með 180 sæta vél, 70% sætanýtingu, 75% hlutdeild erlendra ferðamanna, 9.828 ferðamenn og 4 gistinætur á mann, 39.312 gistinætur sem yki þá landsframleiðslu 1,2 milljarðar króna. Ef gistinætur eru færri en 4 lækka þessa tölu í sama hlutvelli. Sveitafélög, en þó sérstaklega ríkið, fá auknar skatttekjur í samræmi við aukna landsframleiðslu. Sem dæmi má nefna, ef hið opinbera tekur í sinn hlut 40% landsframleiðslunar, þá fær hið opinbera í sinn hlut hátt í 500 milljónir króna af 1,2 milljörðum í þessu síðasta dæmi sem ég kom með. Þetta sýnir okkur svo ekki sé umvilst að það að fjárfesta í annarri fluggátt inn í landið margborgar sig. Það má af þessu sjá að það gríðarlega mikilvægt fyrir þjóðarbúið að halda áfram að hrinda í framkvæmd stefnu sinni að opna þessar gáttir inn í landið. Akureyrarflugvöllur eins og hann í dag, það flugstöðarbyggingin og flughlaðið eru fyrir löngu sprungin og þörf á endurbótum. Eyþing búið að láta vinna fyrir sér skýrslu uppbyggingu á vellinum. Sú skýrsla verður gerð opinber á næstum dögum. Þá kjörið fyrir ríkið að setja framkvæmda áætlun fyrir næstu ár líkt og sett hefur verið fram fyrir Keflavík. Við hér í bæjarstjórn held ég öll sammála mikilvægi þess að við séum öll að róa í sömu átt. Mikil vinna sem Markaðsskrifstofa Norðurlands hefur haldið utanum og styrkt síðustu ár nú að skila árangri og við sem störfum í stjórnmálum, bæjarfulltrúar, alþingismenn og ráðherrar ásamt þeim fyrirtækjum sem bæði veita þjónustuna og nýtana eftir því sem heyrist orðin nokkuð sammála hvert skal stefna. Við í bæjarstjórninu höfum sett á fót vinnuhóp sem ætlað að eiga í viðræðum við Isavia og ríkið eftir atvikum og leggja fram tillögur aðkomu bæjarins að uppbyggingunni. Staðan á verkefni í dag sú að í síðustu viku kom staðfesting frá ríkinu að uppsetning aðflugsbúnaðar sé að fullu fjármögnuð og hægt þá að hefjast handa. Við sem sitjum í vinnuhópnum áttum góðan fund með forsvarsmönnum Isavia þar sem farið var yfir hugmyndir hvernig mætti til bráðabirgða rýmka til í flugstöðarbyggingunni og fá tópbíl til vallarins eða tópar. Allt þetta getur aukið bæði getu flugvallarins til þess að þjóna sínu hlutverki sem varavöllur og ekki síður hvart nýja aðila til þess að hefja flug til Akureyrar. Ég gerum ráð fyrir að við ræðum þetta og ég fá að koma kannski upp aftur með þá tillögu að bókun, en læt þetta duga í bili.
Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið námi sínu og orðið umsótt. Og bæjarfulltrúi Þórhallur Guðmundsson hefur beðið umsótt. Svo lítið ekki sem ég sjá þetta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég fagna þessari umræðu að fá að taka þátt í þessu hérna með okkur og mér finnst við vera búin að vera svolítið upptekin að þessu flughlaði og ég skrifaði nú hjá mér nokkra punkta sem ég ætla aðeins að lesa hérna. Á Akureyri tel ég mikilvægast að við ráðumst í uppbyggingu á veglegri flugstöð sem getur tekið á móti að minnsta kosti einni millilandavél á sama tíma og afgreiðsla innanlandsflug fer fram óhindrað. Ef að byggja upp ferðamanniðina á Norðurlandi af einhverju álfuru, dreifa ferðamönnum landið, þurfum við að koma á reglubundnu millilandaflugi til Akureyrar og við gerum það ekki með góðu móti með núverandi aðstæður og við þurfum að bæta innviðina fyrst og jafna eldsneytisverðið til dæmis. Árið 2007 voru ferðamenn til landsins 500.000 og þá voru þó nokkur flugfélög sem flugu inn til Keflavíkur. Í dag eru talið að þetta séu 2,5 milljón ferðamanna sem kom til landsins og þar af komu 500.000 norður. En það flýgur ekkert flugfélag beint til Akureyrar. Og það svolítið eðlilegt kannski í þessari stöðu. Gjaldið fyrir innanlandsflug frá Reykjavík allt og dýrt. Þó svo að þeir hafa verið að bjóða upp á ódýrara flug frá Keflavík, þá hentar það svo fáum í sambandi við millilandaflugið. Og þar af leiðandi þurfum við að tækla þetta öðruvísi og við verðum að berjast fyrir því að byggja upp flugstöð hérna og koma á beinu millilandaflugi. Ekki með einhverju tengiflugi við Keflavík. Ef að ríkið ætlar að reka einhverja álfuru byggðastefnu á þessu landi, þá hlýtur hvert mannsbarn að sjá að það brýnast að dreifa ferðamannum landið. Það myndi auka lífsgæðin á landsbyggðunum og minnka álagið á Suðurlandi sem orðið algjörlega óviðeigandi eins og bæjarfulltrúi Hallabjörg kom inn á. Þannig að uppbygging Akureyrarflugvallar þjóðhagslega mjög hagkvæmur kostur og ætti að hefjast strax. Og þá legg ég áherslu á að við byrjum á þessari flugstöð. Því að flughlaðið, það jú vissulega nauðsynlegt, en hverjum flughlaðið að þjóna? Við erum að hugsa flughlaðið sem öryggistæki fyrir flugumferð á Íslandi, sem varaflugvöll fyrir Keflavík til þess að geyma flugvélar þegar kom upp svona atvik eins og síðastliðinn laugardag þegar að glussi sullast á Keflavíkurflugvöll og hann lokast og 11 flugvélar bíða eftir að komast inn til lendingar. Þá vélin sem var að koma frá Noregi með það lítið bensín að hún send norður. Hvað ef að væri 25 vélar sem biðu? Hvað ef? Hvað eigum við að bíða lengi? Þetta öryggisatriði, ekki fyrir Akureyri, heldur fyrir flugumferð á Íslandi. Þannig að ég legg til að við ráðumst í byggingu flugstöðar og klárum þetta flughlað. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við ræddum það heilmikið í kosningabaráttunni hérna og ég held að hann bara allir verið sammála um það að flugvöllurinn á Akureyri væri náttúrulega grundvallaratriði fyrir frekari þróun hérna á þessu svæði, ekki bara Akureyri, heldur Norðurlandi öllu. Og það náttúrulega gríðarlega mikilvægt að koma hér upp annarri gátt í landinu og sérstaklega hérna norðanlands, þannig að við fáum að njóta allavega einhvers af þeim aukna ferðamannafjölda sem að koma henn til landsins í meiri mæli en nú Og ástæðan kannski svo að þegar að verðlagið orðið eins og það á Íslandi, þá hefur það komið í ljós að ferðamenn að stytta tíma sinn hérna og þeir þess vegna síður að fara út á land. Það gefur bara augaleið í sjálfu sér. Það þýðir það að gistinóttum fjölgar ekki til dæmis með þeim hætti sem hefur gert hér norðan lands eins og hefur gerst fyrir sunnan. Og þar að leiðandi verðum við bara beina augum að því að fá ferðamennina beint. Og það gerum við ekki að fá beint flug hérna til Akureyrar. Og mér langaði svona aðeins að nefna það líka í þessu sambandi
að við höfum átt svo sem ágætt samstarf við R66 og markaðsskrifstofu Norrlands og þeir hafa komið á fund og koma á fund með bæjarráði hérna fyrir 1-2 árum og þá óskuðum við eftir því að fá til dæmis verkefnalista yfir þau atriði sem við þyrftum kannski að vinna saman að. Og sá listi var í þó nokkru liðum og mér langar bara til að koma hérna kannski inn á 2-3 atriði. Það er búið að nefna hérna með jöfnun eldsneytisverðs, flugþróunarsjóðinn, flughlaðið, það þarf að huga stækkun flugstöðvarinnar. En svo er annað sem að mér finnst við kannski þurfa að fara að velta bara fyrir okkur. Og það er það að Akureyrarbær bara taki inn að flugvöll yfir. Það hefur verið talað það að það þurfi svona 300-500.000 farþega hérna í gegnum völlin svo hann getur orðið nokkurn veginn sjálfbær. Það þýðir ekki það að við séum að losa ríkið undan þeim skuldbindingu sem á því hvíla, heldur bara fyrst og fremst að við tökum þennan rekstur yfir með þeim skuldbindingu sem því fylgja. Það er ekki að segja, ég persónulega hef bara enga trú á vilja Isavia til að gera hérna nokkuð skapaðan hlut. Ég er búinn að sitja marga fundi hérna með þeim aðilum þar sem að menn lofa og gefa í skyn að þeir hafi áhuga og þeir hafi vilja og þar fram til götu. Ég vil þá fara að sjá einhverjar efndir á orðum. Ég er ekkert að sjá þær. Þannig að ég hefði haldið, og þetta var eitt af því sem kom fram í þessum verkefnalista sem var lagður innan fram, það var að það yrði skoðað einhvers konar viðskiptamódel með tillit til þess að Akureyrarbær taki reksturinn yfir og ég tel að við ættum í raun og veru alveg að geta staðið undir þessu alveg hreint eins og við rekum hérna hafnarmannvirki og höfn með bara góðum árangri. Og maður bara veltir í fyrir sér af hverju ekki. Við getum allavega að skoða þetta, vegið og metið, fengið niðurstöðu og tekið síðan ákvörðun í kjölfarið. Ég ætla ekki að láta hafa fleiri orðum út í bili. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég gleymdi 2-3 atriðum áðan. Það sem að nú er búið að samþykkja ALS búnaðinn og á að fara að ráðast í þær framkvæmdir. Ég tel mjög mikilvægt að við hugsum það í leiðinni að við klárum að útbúa þessar lóðir sem að hugsanlega er hægt að úthluta þarna til þess að flýta fyrir uppbyggingu á svæðinu og nýtum þá þessa framkvæmd sem svona samleiðar áhrifin af henni vegna þess að það þarf að keyra efni þarna og það þarf að setja þá rör og gera og græja, þannig að það er mjög mikilvægt. Annað, við áttum fund með Isavia fyrir nokkrum mánuðum síðan og ég spurði einfaldlega á þessum fundi stjórnarmenn Isavia, er einhver ykkar sem sér viðskiptatækifæri í Akureyrar og Reykjavíkur flugvelli? Það var einn maður í stjórninni sem jankaði því. Hinir, þeir gáu ekkert út af það. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kom ég fram í máli manna að Eyþing í tengslum við sóknaráætlun hefur verið að láta gera skýrslu Akureyrarflugvöll og hvernig við sjáum uppbygginguna fyrir okkur þar og þessi skýrsla verður kynnt á aðalfundi Eyþings núna á föstudaginn. Þannig að það verður spennandi fyrir okkur að sjá þær niðurstöður sem þar koma fram og þar er svona kannski lagðar línurnar hvernig er hægt að standa að þessar uppbyggingu og þá er líka í hvaða röð menn ætla að fara með þetta. Þannig mér veist kannski ekki ástæða til að við stöndum hér mikið í ræðupólti bæjarstjórn og veltum fyrir okkur á hverju eiga að byrja. Það er svona kannski í þessu handriti sem að Efla hefur verið að vinna sem þeir eru kannski með svona tímalínu og framkvæmd verksins og sjá þetta fyrir sér sem heild. Þannig að ég held að það verið bara afskaplega fróðlegt fyrir okkur bæjarfulltrúa að sjá þá skýrslu. Það er skýrsla sem ég held að geti nýst okkur eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu, geti nýst okkur vel í þeim viðræðum sem við þurfum að taka við ríkið.
Hvernig menn sjá síðan fyrir sér framtíðarekstur flugvallarins hér á Akureyri skal ég ekki segja en ég held að sé fyrst og fremst að við fáum þessa skýrslu, sjáum fyrir okkur hvert verkefni tökum viðræðina við ríkið og bara hreinlega krefjumst þess að ríkið horfi til annara gáttar inn í landið heldur bara Keflavíkur. Það verið að leggja hundruð milljarða þar inn í stóra fjárhæðir inn í þá uppbyggingu og við sjáum alveg eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu þá eru vissulega tækifæri í því að fá hingað flug og það skiptir máli fyrir landið í heild og það skiptir alveg gífurlega miklu máli fyrir okkur á landsbyggðinni og það skiptir ennþá meira máli fyrir okkur hér á Akureyri. Þannig við eigum öll að standa saman það og ég líka legg mikla áherslu á það þegar við kynnum þetta á Eyþingi núna á föstudaginn að það sé samstaða meðal Eyþingsfulltrúa að þetta sé leiðin. Akureyrarflugvöllurinn sé næstur á dagskrá og við eigum öll að standa saman og berjast fyrir því að það mun breyta lífsskilyrðum okkar hér á þessu svæði mikið að mínum mati. Takk. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held að bara þakka fyrir umræðunar. Við erum, held ég, bara öll sammála í þessu stóra verkefni okkar sem flugvöllurinn Við höfum verið að, og í hvaða röð, það verður einmitt gaman að sjá hvernig skýrslan tekur á því hvaða röð á að fara í þessu uppbyggingu. Þar munum við þá hafa plagg til þess að geta búið til einhverja áætlun, hvort sem að við erum að fara í viðræður við ríkið eða eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason líkur til að við tökum að okkur reksturinn, þá vitum við hvað framundan, hvað það sem þarf. Það hefur nú verið giskað á þegar að vera að leggja hérna fram metnaðarfulla áætlun Keflavíkurflugvöll upp á 150 milljarða. Þá væri þetta svona bara eins og skekkjumörkin, það sem þyrfti hér á flugvöllin til þess að hann yrði bara fullfær til þess að taka við millilandaflugi. Og það pínu grátlegt og þess vegna vildi ég svona aðeins tengja það sem varavöllur þá, að þú byggir ekki upp í Keflavík öðru svona hugsa uppbyggingu á varavelli, ef þetta á að vera varavöllur. Og þetta getur bara, af því það er nú alltaf verið að tala hvað fjármagnið og hvernig getum við sett eitthvað í innanlandsflugið eða flugvellina út á landi versus Keflavík, að það sé ekki hægt að blanda þessu saman. Við erum að reyna að benda á að það hægt. Það bæði hægt með þessu, síðan það bara fjárhagslega hagkvæmt fyrir bæði ríkissjóð að taka þátt í þessu og okkur sem sveitarfélög og auðvitað bara ferðaþjónustu aðila. Þannig að bara samfélagi heild græðir ef við reynum að stækka kökuna. Umræðan hérna í dag var svona fyrst og fremst hugsandi líka bara til þess að minna okkur á að þrátt fyrir eins gott að það nú að hérna það komið staðfesting á því að ILS sé komið, að þá ekki baráttan unnin. Það bara eitt skref af mörgum sem við þurfum að taka til þess að byggja hér upp öflugan flugvöll, millilandaflugvöll. Það eru fleiri aðflug sem við þurfum að fá, það er flughlaði, flugstöðarbygging og svo framvegis. En þetta kemur í fram í skýrslunni og ég vil bara þakka fyrir umræðina, held að við séum öll sammála hvert við erum allavega og hvert við viljum stefna og legg til eftirfarandi bókun fyrir bæjarstjórn. Hún hljóðar svo að bæjarstjórn Akureyrar leggur áherslu á að ríkisstjórnin ásamt Isavia leggi fram áætlun framtíðar uppbyggingu á Akureyri með tvennt að markmiði. Opna nýja gátt inn í landið hið fyrsta til að auka ferðaþjónustu utan Suðvesturhornsins og að tryggja varavöll fyrir hérna miklu flugstarfsemi í Keflavík. Nú þegar teiknir á lofti í ferðaþjónustunni brýnt að stjórnvöld sýni að þeim sé full alvara í að byggja upp ferðaþjónustu sem atvinnugrein allt land til framtíðar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek bara heils hugar undir þessu bókun. En það var eitt sem ég langaði til að nefna í umræðuna á henni og ég steinglymdi. Atriði sem hefur aðeins komið upp í umræðum og í kringum slökkvistöðin okkar. En nú þegar á að fara að vinna og
byggja upp þennan púða þar sem hann á að vera í norðvestur horni flugvallarins. Það ekki ástæði til að velta því fyrir sér hvort að ég sameina slökkviliðin á flugvellinum á bænum aftur og byggja flugstöðina þar sem að meiningi var að byggja hana á mótsvið Skautavöllum. Því ég gerir ráð fyrir því að það þurfi hvort að fara þar yfir með efni í þennan púða. Bara pæling. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að það þarna ákveðin tenging í framtíðar uppbyggingu á flugvellinum og við svo slökkviliðið okkar. Við stöndum frammi fyrir því núna til dæmis að lenda í meir en 40 milljón króna árlegum kostnaði vegna kröfu 5 mann á næturvakt. Þetta í nýrri brunareglugerð sem að á við sveitarfélög með 15.000 íbúa og fleiri. Lesist bara Akureyri. Og þarna sem sagt verið að leggja á okkur 40 eitthvað milljónir á ári. Og þetta meðal annars ýtir á að við ræðum við Isavia mögulegt samstarf slökkviliðanna. Og slökkvilið Akureyrar hefur reyndar að eigin frumkvæði hugleitt hvort að það væri betur komið sunnar í bænum, meðal annars vegna Vaðlaheiðarganga. Og þessi staður sem var nefndur beint á móti Skautahöllinni virðist vera mjög rökréttur. Og það örlítið búið að impra á þessu máli við Isavia, en þá var okkur bent á að við þyrftum kannski að vinna pínu litla heimavinnu og ræða við okkar slökkviliðsstjóra og slökkviliðsmenn hvers konar vinnu fyrirkomulag menn myndu við hafa, því að það hefur verið svona dálítið annar bragur á slökkviliðinu á flugvellinum og þar ganga menn í ýmis störf og eru, ef ég skil rétt, ekki allir titlaðir slökkviliðsmenn og kannski heyra ekki undir kjarasamninga slökkviliðsmanna og svo framvegis, þannig að það eru svona einhverja flækjur í því, en ekki spurning að gera kanna þann möguleika á samstarfi. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði aðeins að tjá mig þetta flugvallamál. Ég sit nú í þessum vinnuhóp með Höllu og við erum búin að sitja nokkra fundi saman og með Isavia einn og svo hef ég sittið aðra fundi með Isavia og ég nú eiginlega alveg sammála Gunnar að ég held að svona sé rökrétt að við bara tökum hennar flugvöll. Mér finnst ekkert gangi í þessu máli. Bara ekkert. Og ég á eftir að sjá þá efna það sem ég sögðu á síðasta fundi að þessi vinnuhópur hann snýst svolítið það að liðka til á flugvöllunum fyrir þessi flugokkar sem að fara að koma. Hann hefur komið fólkinu inn og það þarf að breyta ýmsu þar. Og þeir tóku rosalega vel í þetta eins og ofta áður en það er ekkert gert síðan og mér finnst rosalega skrítið hvað það vinnst allt hægt við þetta ekki flóknir hlutar að framkvæma. Og ég held að það væri miklu auðveldara að vinna þessa hluti ef við værum með flugvöllin hjá okkur. Og mér finnst að við eigum að ýta miklu meira á það og vera miklu fastar í því sem við viljum fá í samtíðina flugvöll því að hann skiptir okkur svo rosalega miklu máli. Og mér finnst þetta ganga allt of hægt, allt saman í sambandi við flugvöllin. Og ég skil bara ekki svona vinnubröð, mér svo skrítið að vera komin í þessa bæjarstjórn og horfa upp á hvernig vinnubröðin í öllum málum. Það eitthvað tekið inn á fundi og rætt og þá að gera einhverja hluti og svo gerist bara ekki neitt. Og mér finnst bara að ég að taka upp síman og hringi menn og ýta á það. Þetta alveg óviðunandi hvernig þetta
hvernig þetta gengur allt. Þessi ALS-búnaður átti að vera komið fyrir þennan vetur, hann verður í fyrsta lagi komið fyrir næsta vetur. Og ég get ekki segja að verið komið eitthvað hérna í flugstöðin eða flugla fyrir eftir einhver áratugi eða þetta heldur svona áfram. Þannig í guðanna bænum hérna tökum okkur aðeins saman í andlitun og reynum svolítið að ýta við þessu afli sem Ísafía er. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi í Tryggvi hefur lokið máli sitt og bæjarfulltrúi Hallbjörg Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bara örstutt. Ég skil bæjarfulltrúar Hlín, vera nýkomin inn í bæjarstjórn og finnast vera hægagangur í málum. Ég held að við höfum öll upplifað það þegar við byrjum. Svona virkar kerfið svolítið og maður það bara svona pína að vera duglegur í þetta og það hefur verið, síminn hefur verið notaður og öll tiltækar á, þannig að ég held að, og eins og bæjarfulltrúi Hlynur veit, hvað varðar að taka flugvöllin yfir, þú veist, þó að ég telja það ekkert endilega svona í fljótu bragði skynsamlegt að taka fleiri verkefni frá ríkinu, okkur hefur ekkert svona gengið vel að fá fjármagni með, að þá fyndist mér samt alveg í tilraunarvirði, eða ekki tilraunarvirði, en við ættum kannski að teikna þetta upp. Fara í þessa viðræðu, hvað þýðir það, hvernig væri það gert og það bara hreinlega skynsamlegt. Þannig að við getum þá verið að segja nei, segja ekki nei fyrirfram, þú veist, það myndum við aldrei gera, heldur skoðum þennan möguleika, hvað myndi hann þýða, hvernig myndum við gera, getum við gert þetta tímabundi, getum við gert þetta til 20 ára til tilraunar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég tek undir með eitthvað bæjarfulltrúum að ég væri til í að skoða þessa leið, hvað hún myndi í alvöru þýða. Einhver tíma fyrir 4 eða 6 árum síðan sannilega, síðast þegar ég satt í bæjarstjórn, það segi ég bara aldrei, þú veist, við erum ekki að fara að taka þetta, svo mikil, þetta er hít, sko. Það er svo mikil kostnaður sem fylgir þarna og svo margt eftir að gera. En það er bara ýmislegt breyst á þessum árum. Tækifærin eru miklu meiri í dag heldur en voru þá. Það er nær okkur þessi gróðra von, skulum við segja, með aukinni ferðamennsku. Þannig að þú veist að business modelið er miklu frekar að ganga upp núna heldur en það var kannski fyrir bara, þó ég segi ekki nema 6-7 árum síðan. Þannig að ég er algjörlega tilbúin að fara í þá vinnu. Eitt bara rétt örstutt með bókunina. Mér var bent á að bæjarstjórnum okkar nýja að breyta hér ekki teikn á lofti í heldur blíkur á lofti. Og ég legg þá það til þá breytingu á bókuninni. Bæjarfulltrúi Hallbjörg Einarsdóttir hefur lokið máli sitt og orðið laust. Þess vegna ekki fleiri hafa hvatt sig til ljós þá ekki að færa fundarstjórnina aftur til forseta. Já, takk fyrir það og þá þessi bókun búin að myndi samþykktar við að ég lesa náttúrulega eins og ég að gera. Bæjarstjórn Akureyrar áherslu á að ríkisstjórnin ásamt Ísafjarðar leggi fram áætlun framtíðaruppbyggingu á Akureyri með 13 markmið. Opna nýja gáttinn í landið hið fyrsta til að auka ferðaþjónustu utan suðvesturhorns landsins og að tryggja varðvöll til hinna miklu flugstarfsemi í Keflavík. Nú þegar blikur eru á lofti í ferðaþjónustunni er brýnt að stjórnvöld sýni að þessi full alveg að byggja ferðaþjónustu sem atvinnugrein allt land til framtíðar. Þessi geta samþykkt þetta genið. Það er allir við takk fyrir það.